Jón Óttar Ólafsson, verður velkomin til mín í spjallið. Takk fyrir. Þú ert búin að vera miðpunktur stærsta fréttamáls vetrarins, núna síðustu 2 vikunar. Það gerir ég ráð fyrir sérstök tilfinning, að vera svona andlag allara fréttatíma og jafnvel rætturnir í Alþingi og allstaðar og öllum kaffihúsum bæjarins. Hvernig líður þér hérna þegar þú situr hjá mér í dag? Mér líður ekkit of vel náttúrulega. Þetta ekki eitthvað sem maður myndi óska sér. Þetta náttúrulega, en svona fara hlutinni stundum bara og það verður þá bara að vinna úr því. Ja, mér langar svo, eða svona fyrsta spurning mín til þín sko, af því að þetta vakið mikla athygli og það sem að ég spyr mig svona, hvers vegna erum við að sjá þetta núna? Hvaða ályktun dregur þú þessi fréttaflutningur og þessi leki, af hverju þetta gerast núna? Já, þessi meinti leki, já, sko, það sem að í raun og veru keyrir þetta í gang að fyrir nokkrum vikum þá kærði ég héraðssaksóknara til nefndar eftirlit með störfum lögreglu. Þar sem að ég sagði að þeir væru í raun og veru vanhæfi til að rannsaka mig í þessu svokallaða Namibíumáli. Ég var gerður að sakborningi þar 2021 og það sem að ég sagði í fyrstu yfirheyrslunni væri að ég skildi nú ekki okkur þegar gerði með að sakborningi og ég bara hreinlega viðurkenndi ekki rannsókn þeirra á mér af því að þeir væru vanhæfir sökum þess að Ólafur Þór Hauksson kærði mig 2012. Okay. Og fyrir þennan gagnastuld eða gagnaleka sem er mikið í umræðinu núna eða hvað? Já, eitthvað svipað því sko. Við getum komið að því líka bara eftir nákvæmlega en þetta en ástæðan fyrir ég kæran að hann búinn að vera að rannsaka mig núna í 5 ár og fyrir þetta Namibíumál og ég búinn að segja allan tíman að þeir eru vanhæfir. Ég kærði þetta til nefndarinnar eftirlit með störfum lögreglu og hún tók undir kvörtun mína og sendi erindið áfram til ríkissaksóknara núna 14. mars á þessu ári. Já. Og þar sem að héraðssaksóknari og starfsmenn hans eru þá undir grun saknæmt athæfi gagnvart mér. Og þá vissi mann svo sem alveg að þegar hann væri komin í eitthvað vesen með það þá myndi koma eitthvað að slá tilbaka. Ertu þá að meina að lekin sem að fréttamenn Kveiks eða RÚV hafa fengið sé í raun og veru komin frá héraðssaksóknara? Já, ég alveg sem það sko. Það bara eiginlega ómögulegt annað og þú bara líka metu það þegar ég búinn að fara yfir söguna sko. Ok, það kannski rétt að byrja þá á byrjuninni bara. Það sko, þú ert að starfa fyrir sérstakann saksóknara árunum 2009 til... Sko, ég starfandi á lögreglunni í Reykjavík, 2009 og þegar að sérstakur saksóknari stofnaður, þá ég held ég að verið starfsmaður númer, ég veit ekki, 7-8 eitthvað svoleiðis. Og við vorum í svo litlu rými þá að ég var með skrifstofuaðstöðu inn á skrifstofunni hjá Ólafi Þór Hauksyni, sko. Þannig að við vorum saman með skrifstofu í byrjun. Og þá og þetta var náttúrulega svolítið sérstakt andrúmsloft náttúrulega. Þarna var búið að stofna embætti, alveg sérstaklega til höfuðs náttúrulega bankamönnunum. Og svona andrúmsloftið var alveg svolítið sérstakt. Þetta var menn svona þetta var mikilvægt fyrir okkur að reyna að standa okkur sko. Já, allt þjóðfélagið hafði kallað eftir. Að reyna að komast til boss í hvað hafði raun og verið gerst sko. Og þannig að ég starfsmaður hjá lögreglufulltrúi hjá sérstakur saksóknara 2009 og frá maí-júní 2009 og sinni bara þar aðalega glitnismálum og þessu svokallaða sjóva- og milestone-máli og sko við erum að rannsaka þetta, ég og félagi minn Guðmundur Haukur Gunnarsson og saksóknarinn í málinu var Hólmsteinn Gauti Sigurðsson og yfirmaður nokkað var Grímur Grímsson og þarna var náttúrulega sko
þannig var svolítið svona stemming og að reyna að ná einhverjum árangri, sko. Og við vorum ekkert einir í því, sko. Þarna voru líka slitastjórnir, skiptastjórar og allir einhvern veginn á eftir sömu aðilum. Og það var bara strax frá byrjun alveg rosalega mikið svona samráð á milli þessara aðila sem að voru bæði þá einkaaðila eins og skiptastjóra og slitastjóra að slitastjórna og jafnvel síðan fjármálaeftirlitsins sem að það er bara voru einhvern veginn allir saman í þessu. Og sérstakur saksóknari að vinna með slitastjórnum. Er það ekki óeðlilegt að vinna það? Sko, það þarf ekki að vera óeðlilegt ef að sko sérstakur saksóknari er búin að fara í húslit áður og er búin að haldleika gögn til dæmis sem að slitastjórnir eiga rétt á að fá. Þá getur það alveg verið eðlilegt sko að fara í gögn yfir. Já. En sko það sem var ekki eðlilegt var sko besta dæmi er nú kannski Glitnir. Þetta fræga sexmenningamál í maí 2010. Það sem að slitastjórn Glitnis fór á eftir 6 einstaklingum í New York. Já. Og það sem að höfða mál í Bandaríkjunum sem að ég man að það hlakkaði þá í fólki ef þið fá dóm þar þá fá þér alvöru dóm og svona. Já, og það var svona markmið sko að höggva af alvöru sko. Og þetta getur sko, maður getur nú bara hlusta á það sem ég segi og svo getur líka bara skoða gögnin og hvernig þau liggja í þessum málum að til dæmis þá kemur kæran frá slitastjórninni á hendur þessum 6 menningum. Myndi hafi bara verið á föstudegi og ég hef síðan verið kallaður á fund á laugardagsmorgni og þar er Grímur Grímsson, Hólmsteinn Gauti Sigurðsson og Ólafur Þór Hauksson. Og þar er sagt að núna sé komið gott mál á Jón Ásgeir og það eigi að fara í, og mér er sagt að það eigi að fara í þessar alþjóðlegu aðgerðir eftir helgi í einkamáli slitastjórnar gegn þessum einstaklingum. Og hugmyndin sé þá að reyna að vera þá með sakamál í gangi á sama tíma og vera þá með símhlustanir í gangi til að þegar að þetta gerist í þessu einkamáli til þess að heyra hvernig fólk bregst við. Og var ekki sakamál í gangi þá áður en að slitastjórnin? Jú, þeir voru búin að kæra deginum áður sko. Já, bara deginum áður. Já, og það var ekki eins og búin að lesa kæruna sko. Og en það var hún náttúrulega mörg þúsund blaðsíður með gögnum og öllu sko, þannig að það hefði ekki einhverja vikur sko. Og þannig að það sem er það bara ákveðið að þarna er bara farið í hlustun í sakamáli í raun og veru án þess að sé búið að meta kæruna sem slíka eitthvað vel á þeim forsendum að þetta sé þetta fólk sko sem á í hlut og þarna er til dæmis Grímur Grímsson sem var nú búin að elta Jón Ásgeir árum saman í Baugsmálinu sko. Og við segjum náttúrulega strax, ég og Guðmundur félagi minn að við getum ekki lofa því að við séum búin að finna símanúmerin hjá öllu þessu fólki fyrir mánudaginn sko. Til að setja það að virka hlustun. Til að setja hlustun í gang sko. Og þá förum við með sko, mér minnir að það var Hólmsteinn Gauti og ég man ekki hvort að Grím fór með mér og Gumma og Hólmsteini. En við förum sérst á fund slitastjórnarinnar í Sóltúninu og segjum það að við sko getum ekki tryggt að við séum komið með öll númer í hlustun fyrir mánudaginn. Og þá er þessum aðgerðum bara fresta sko. Einkamálinu. Já, til þess að gefa okkur í raun og veru tækifæri til þess að koma hlustunni í gang sko. Og þetta er mjög óeðlilegt að já, þetta er rannsókn sé svona í samvinnu við einkamál. Þetta er náttúrulega óeðlilegt að þýliti að sko, já, ok, við fáum að vita að það er eitthvað einkamál í gangi og þeir hnikaði til fyrir okkur einhvern veginn og svo bara náum við þessu og komum upp hlustunni og
og máli byrjar og við erum bara að hlusta og það er bara þá einhverja vikur á eftir og við heyrum meðal annars sko að slitastjórnar lögmennir að gera eitthvað mistök, þeir að fara að frista eitthvað veltureikning hjá einhverju fyrirtæki sem að komi svo ekkert við, sem hefði getað skapað sko slitastjórninni skaðabóta ábyrgð. Og þið heyrið sakborningana að tala um það, að þeir séu að gera mistök. Já, slitastjórnar megin sko. Já. Og þá náttúrulega bara segjum við Ólafi Þór frá þessu og Grímsinni og þeir láta okkur segja bara þið verið að láta slitastjórnina vita og af þessu og við gerum það og síðan á einhvern tímapunkti ætlaði það sé ekki viku 10 dögum eftir þetta byrjar þá erum við Guðmundur kallaðir inn á fund með Grímsinni og þar er slitastjórn Glitnis, Steinunn og Palli og Grímur Grímsson segir við okkur strákar segiði slitastjórninni hvað er að gerast á línunum og við lítum bara hvor á annan og svo á hann og ertu viss bara ég var að gera það og hann segir já og við gerum það og sem er náttúrulega ekki í lagi. Nei. Og byrju þannig að þegar slitastjórnin fær veður að því að hún er að gera ákveðin mistök, svona lagatæknileg mistök í gegnum ykkar vinnu, að þá getur hún aðlaga sína málsókn og lagað það sem hún var að klúðraðurinn úr í málinu. Þannig að slitastjórnin í sínu einkamáli var bara með þjónustu lögreglunar. Já. Og þetta er bara svona dæmi ástandið þarna einhvern veginn, hvernig aðilar sem að voru kannski að rannsaka sömu einstaklinga en út frá allt öðru laga umhverfi sko. En byrju, saman, sko. Í þessu tilfelli voru það þá að hlusta á sakborningana í þessu Glitnismáli ræða við sína verjendur? Já. Það er svoleiðis? Já. En það er alveg mjög ólöglegt? Sko. Já. Ég er búin að segja frá þessu öllu sko, fyrir mörgum árum og ég og Guðmundur sögðum ríkissaksóknara frá þessu 2012 strax sko. Við höfum sagt frá þessu í héraðsdómi þegar við höfum verið boðað sem vitni. Þetta er ekkert sem er að koma upp núna sko. En þetta er í Kastljósumfjöllinni síðastliðinn þriðjudagur, það er þetta svona diskreditað, það er sagt sko athygli vekur að ekkert í þessum leka engar upptökur eru þar sem að skjólstæðingar að tala við lögmenn sína eins og Jón Óttar hefur ítrekkað að haldi fram svona, sem að þá rennist stóðum undir þá að lekin sé frá sérstökum saksóknara eins og þú segir. Já, það er ýmislegt sem bendir til þess sko, og við komum bara smátt og smátt líka að því sko. En þetta er sko þetta er svona dæmi á þess að vera að fara út í mörg dæmi bara þetta er alltaf mjög svipuð sko. Þetta samstarf sem sagt út af löggustöðinni sko og sem var bara réttlætt einhvern veginn með þessum sérstöku aðstæðum sem að í þjóðfélaginu sköpuðust. Við sáum þetta bara skakt sko. Við erum náttúrulega bara fyrir áhrifum af umhverfinu eins og þessar stemmingu eins og svo sem allir sko. Við bara horfum skakt á þetta. Og þannig er en svo þegar tími líður sko að þá förum við að hugsa sko, það er svo mikil krafa og eftirspurn eftir vinnu okkar sko hjá slitastjórnum og þannig að við ætlum bara að hætta. Já, ég mitt hugsaði og mér langar til að spyrja það því það komið fram að þið hættið hjá lögreglunni og farið að vinna sem enga spæjarar fyrir slitastjórnir og fleiri og þið eruð að hætta hjá lögreglunni þegar þessum sérstökum saksóknara þegar hann er með bunga verkefnum langt fram í tíman, nóg af fjárveitingum og fjármagni, spennandi starf fyrir nöru. Af hverju ákváðuð að hætta og fara út í engabusiness? Það var bara meiri eftirspurn eftir okkur í engamarkanum og það var bara hægt að hafa meira upp úr því sko. Það var ekkert flóknara það. Og þannig að við förum að hugsa okkur til hreyfings og við ákveðum að stofna fyrirtæki til þess að vera með ráðgjöf og rannsóknir fyrir þá slitastjóra og skiptastjóra. Og það er gert haustið 2011? Já. Og var það með vitund og samþykki frá sérstökum saksóknara sem þið störfuðu hjá? Já,
hvernig ætti það annað að vera? Starfsmenn sérstaks saksóknara hjálpa okkur að flytja inn á skrifstofuna hjá PPP, þeir báru húsgögnin með okkur, sko. Fyrir utan það að við héldum áfram skrifstofunum, við förum í sko 50% starf 1. desember 2011 sem lögreglumenn og erum þá 50% í einhvers konar rannsóknarvinnu. Þá erum við konum með skrifstofur niður í Austurstræti, við erum líka með skrifstofur á lögustöðinni og síðan 1. janúar þá förum við alveg niður í, þá bara hættum við að vera löggur og missum lögregluvaldið, sko. Og heldum samt, sko, þá erum við að vinna fyrir skiptastjóra Milestone og síðan kúnni númer 2 sérstakur saksóknari sjálfur, sko. Og þannig að við förum að vinna sem rannsakarar, þó við séum bara almenni borgarar í raun og veru, strax 1. janúar 2012. Og til dæmis það komið myndir á okkur þar sem að við erum í dómsal með Hólmsteini Gauta í máli hérna gegn Lárusi Velding og fleirum. Þar sem að við erum ekkert lögreglumenn, sko, og á þeim tíma. En við erum samt að vinna í þessum málum og við vorum með öll gögn, við vorum með aðgang að öllum sömu gögnum áður, við öllum hlustunum, við gátum farið inn, ég geymdi lögregludótið mitt, fötin bara ofan á kössum niður í skjalageymslunni, kjallarana. Voruð með aðgengi inn á skrifstofur sérstaks saksóknara og í öll gögn sem voru þar? Já, við vorum með skrifstofu þar, sko. Við héldum skrifstofun okkar. Þannig að við vorum, það fór ekkert á milli mála, sko. Eftir að þeir eru formlega hættir og búin að missa þetta eins og segir lögregluvald til handtöku og svo framvegis, þá eru þið samt með skrifstofuaðstöðu og tölvu og aðgengi inn á sérstakan saksóknara. Já, aðgengi á öllu. Og erum að nota náttúrulega gögnina því að við erum að vinna fyrir Ólaf sjálfan, sko, í málum. Og og þetta vissi náttúrulega allir, þetta var bara fyrir opnum tjöldum. Og eitt af besta, sko, sem að í raun og veru sýnir að þetta var ekkert leyndamál náttúrulega, sko, að tölvumaðurinn sem að vann fyrir PPP, Heiðar Þór Guðnason, hann var aðal tölvumaðurinn hjá sérstökum saksóknara. Svo kallaði svona IT-gaur sem að sér allt tölvukerfið fyrir. Já, hann var sko svo sem að ekki bara tölvukerfið, hann sá gögnin, sko. Þannig að það var hann sem var tæknimaðurinn í þessu svo kallaða Clervel-forriti sem að sem það sem að lögreglan og við og slitastjórnir og allir í bænum bara notuðu til að rannsaka tölvupósta og skjallegögn. Og þetta var bara einn og sami maður sem að sá öll þessi gögn fyrir slitastjórnir, fyrir fjármálaeftirlit, fyrir sérstakan, fyrir PPP og allt frá skrifstofu sinni hjá sérstökum saksóknara. Ólafur Þór Hauksson hefði getað bara labbað bara á inniskónum til Heiðars á hvaða tíma sem og spurt bara hvað eru strákarnir að gera. Strákarnir á PPP í Austurstræti. Já. Af því að, sko, Heiðar Þór, hann komst inn á desktopin í tölvunni minni, sko. Hann komst inn í tölvunar. Með svona fjárstýring. Bara remotely. Ef við lendum í vesinni þá bara lokkaði hann sig inn. Það var hann sem sá alla serverina, það var hann sem sá öll gögnin, það var hann sem, við erum ekki tæknimenn, sko. Þannig að samvinna sérstaks saksóknara og PPP alveg kyrfilega skjalsett allan þennan tíma sem að þið eruð í þessu. Já, þetta líka sérst náttúrulega að Ólafur kom og baði okkur að gera samning, þannig að þetta er náttúrulega leyndamál, sko. En það er samningin hins vegar, það er náttúrulega sérstakt mál að, sko. Hvers vegna, akkur kemur það allt í hennu upp að hann, maður les í Morgunblaðinu og víðar að hann óskar eftir að gera við ykkur samning og við séum dagsetja hann aftur í tíman. Hvað var til þess að hann þurfti allt í hennu að gera þennan samning? Akkur var ekki búið að gera það, akkur þurfti að gera á þessum tíma? Já, sko, hann kemur inn á skrifstofun okkar bara á lögstöðinni og segir við okkur, strákar, að ég er í smá vandræðum. Nú er ég búin að borga reikninga PPP, ég held að það veri 4,2 milljónir eða eitthvað sem hann búin að borga. Og ég er ekki með reyndir reikning til þess að réttlæta greiðslunar og þannig að ég er í smá vandræði með það. Og þannig að við þurfum eiginlega að ganga frá svona formlega þessu samstarfi milli okkar, sko. Og við segjum bara, já, allt í lagi.
og hann segir, ég er búinn að gera samning og vil ég koma inn á skrifstofuna og kíkja á hann og skrifa bara undir hann. Og við segjum bara, já, allt í lagi. Og þetta er mars-apríl tíman sem að þetta gerist. Mars örugglega. Ég man ekki nákvæmlega, en þetta er allavega mars-apríl, og þá förum við inn á skrifstofuna hjá honum og Ólafur segir heyrðu, hérna er samningurinn og ég segi, Gummi, lest þú hann yfir af því hann var lögfræðingur, sko. Og hann lesi yfir samninginn og þá segir hann alltaf, heyrðu, Ólafur, byrju, hvað, við meðum samkvæmt þessu megum bara vinna fyrir þig. Byrju, hvað með vinnuna núna eins og fyrir slitastjórnina? Og bara, hvernig gengur þetta upp? Og þá segir hann, heyrðu, ok, ég skal bæta inn í samninginn þessu ákvæði að hann sé meðvitaður og samþykkur þessari vinnu fyrir slitastjórn Glitnis, sem hann nú gerir. Og þá voru þið búnir með störf ykkar fyrir Milestone? Milestone var löngu búið, já. Það var búið ekkert í febrúar, minnum mig. Og við getum nákvæmlega vita hvernig það var, fyrirgeðu. Af því að síðasta vinnan fyrir Milestone, þá gerðum við skýrslu, eða svona greinagerð, nýtt mál sem að tengdist því fyrirtæki, sem að hafði ekki verið þekkt innan sérstaks. Og við hvöttum Grím Sigurðsson, skiptastjóra Milestone, að senda þessa skýrslu til sérstaks saksóknara og kæra þetta líka. Þannig að leyndin í kringum vinnuna fyrir Milestone gat nú ekki verið minni. Ef við erum að hvetja mannin sem að kaupa þjónustuna á okkur til þess að senda gögnin okkar sem við erum að vinna fyrir hann til sérstaks saksóknara. En byrju, það ekki rétt hjá mér sem að þegar að svo skýrsla kemur frá Milestone til sérstaks, að þeir segja að við fengum hérna skýrslu frá Milestone og sáum að vinnan í henni stafaði af rannsóknum frá okkar embætti, þannig að við kæruðum það til ríkis saksóknara. Var það ekki þannig? Já, þeir reyndu einhvern veginn að orða þetta þannig, en menn verða náttúrulega að spyrja sig, af hverju hefðu átt að senda þessa skýrslu ef við vorum ekki algjörlega vissir að það væri allir meðvitaður þetta, sko. En hvað er það sem að heldurðu verið til þess að á þessum tímapunkti fer þá sérstakur saksóknari í einhvern baklás og kærir ykkur? Af hverju voru þið kærðir ef að þetta var allt með samþykki og vitund þeirra? Já, við vorum kærðir að því að Ólafur fyrir allt í að fá veður af því að verjendur í málunum séu farnir að fetta fingur út í þetta, þetta kerfi, og eðlilega. Að það séu starfsmenn sérstaks saksóknara að vinna fyrir slitastjórnir? Já. Eðlilega. Lögmenn verjendan ekki sátti við það? Nei, og þannig að þá hann allt í einu komið ákveðið vandamál og þá fer hann að hugsa, heyrðu, hvernig get ég leyst þetta? Og þá kemur hann og með hennar samning og lætur okkur skrifa undir og svo segir hann, strákar, er ykkur sama þá í dagsetjan 1. janúar? Það er að fyrsta útgáfan. Og við segjum bara, já, allt í lagi, þetta er náttúrulega munnlegur samningur gildur alveg frá 1. janúar, þannig að það er allt í lagi. Og svo segir hann alltaf, heyrðu, nei, ég ætla að prenta út nýtt eintak, það trúir því enginn að við erum komin á 9. og skrifar undir 2. janúar. Og við bara, ok, ef þetta lokar einhver gati fyrir þig, þá er það allt í lagi okkar vegna. Og síðan vitum við ekki, eftir að við erum búin að skrifa undir þetta, og Ólafur segir þannig að þurrka blekið eitthvað svona að gera eitthvað, en nú gerum við bara eins og banka kalla þeir strákar, backdata falsa dagsetningu. Já, og síðan vitum við, svo bara nokkru vikur setna, ekkert tíma seinnipartinn í maí, þá allt í einu bara er allt lok og læs hjá héraðssaksóknara og við erum bara alla fjölmiðla kærðir fyrir gagnaþjófnað. Og við vitum ekkert hvaðan á okkur stendur veðrið, og en við erum síðan yfirheyrðir í júlí 2012 af Sigríði sjálfri og lögreglumanni frá Suðurnesjum, og þá byrjar Sigríður á því að setja, ég ætla að byrja á því að leggja fyrir því verktaksamning, og þá hugsaði ég með mér, já, hún er náttúrulega bara, þetta er Milestone verktaksamningur hlýtur að vera, fyrst að búið að segja að ég sé kærður fyrir það, og þá sé ég bara alltaf, nei, þetta er samningurinn sem að við Gummi undirritum með Óla bara fyrir örfáum vikum, bara hvað er þetta? Og ég sagði bara, hvað er þetta að gera hér? Já, þetta er grunngagnið með kærunni frá Ólafi, Ertu þá að segja að sérstakur saksóknari Ólafur Hauksson hafi
kallaði ykkur til sín á fund og til að fá ykkur til að skrifa undir samning sem að hann var þá að hugsa sem leið Hann var búinn að ákveða okkur að kæra þá. Hann var búinn að ákveða að kæra okkur þá. Hann er að færa ykkur til að skrifa undir samning til þess að leiða ykkur í raun og veru í gildru til þess að geta kært ykkur. Já, hann gerir það. Og hann er að búa til gagn af því að hann segir síðan, sjáðu hérna Sigríður, sjáðu hérna hvað eru miklu glæbumenn, hérna segja mér frá slítarstjórnarvinnunni en ekki mælstónvinnunni. Og þannig að það er þá sönnun fyrir því að hún hafi verið án hans vitundar og vilja. Og þá segir við Sigríði, býtu, þú veist náttúrulega þessi samningur ekki gerðu þarna á þessum degi. Og það er ekkert mál að sanna það. Hvernig gáttu þið sanna það? Af því að það stendur að við sem að vinna fyrir slitastjórn Glitnis 2. janúar. Við vorum ekkert að vinna fyrir slitastjórn Glitnis 2. janúar. Voru ekki byrjaðir að vinna? Það byrjaði ekki fyrir í lok febrúar. Og það eru tölvupóstar sem að sína fyrsta svona kontakt á milli okkar og slitastjórnarna þá, sko. Þá var, í janúar var ekkert fyrirleikjandi það að við varum að fara að vinna fyrir slitastjórn Glitnis, sko. Og þá kemur bara þögn, eins og hjá flestum opinberum aðilum sem að ég hef sagt þessa sögu, sko. Og þá náttúrulega er þetta síðan, þá kemur bara í ljós að það er eitthvað athugavert við innra kerfið hjá sérstökum og innan hús hjá ríkissaksóknara vita menn og ég veit að þar voru menn í vandræðum með að Ólafur Þór Hauksson og Grímur Gríms og Hólmsteinn Gauti voru að ljúga og það er bara hrikalegt vandamál fyrir kerfið, sko. Og þeir eru að ljúga því að þeir eru bara að ljúga en að vitneskju þessi störf ykkar og já, því að sko hvernig geta það sagt það? Það er svo margt sem að sýnir sko að það bara getur ekki verið. Eins og Ólafur hefði getað rannsakað þetta mál bara sjálfur bara með því að opna tölvunar okkar Gumma hvar sem er í heiminum, sko. Bara gegnum Heiðar Þór Guðnason, sko. Samningurinn sjálfur eins og hann er orðaður sýnir bara við máttum fara með gögn út úr húsi, máttum vinna með þessi gögn og það sem að vera að hafa líka í huga er að þegar við erum kærðir þá kemur slitastjórn Glitnis og Heiðar Þór Guðnason af því að hann var að vinna fyrir þau líka og þau koma inn á skrifstofurnar þar sem að við Gummi erum og þau taka öll gögn frá slitastjórn Glitnis, taka serverana, þau leita að öllu, taka öll gögni frá Glitni. Það kom enginn frá héraðssaksóknara. Ólafur gerði aldrei neina tilraun til að gera eitt eða neitt. Að ná eitt eða neitt. Eða athuga hvað að vera með. Og þannig að eftir að þeir eru kærðir þá eru þið samt með fullt af gögnum sem að sérstaklega saksókn þannig bara ábyrgð á það. Já, við erum náttúrulega með gögn sem við vorum að vinna fyrir til dæmis slitastjóra Milestone sem að við höfum fulla heimild til að afhenda samkvæmt meðal annars bara sem að sást í tölvupóstum Hólmsteins Gauta Sigurðssonar til okkar og við sýndum Grími Sigurðssyni skiptastjóra til þess að hann myndi leyfa okkur að vinna í gögnunum, sko. Og að því að líka, sko, málið það líka bara það hefði engan tilgang fyrir okkur að vinna í þessum gögnum eða vera með þessi gögn ef að þau væri ekki með heimild því það myndi alltaf koma upp í þeim dómsmálum sem væru framöndan, sko. Þannig að þetta er ekkit, sko, upprunni og vinnan þurfti alltaf að vera rock solid, sko, ef þetta átti að ná einhverju flugi í dómsmálum, sko. Þannig að það var aldrei neitt tilgangur í því að vera að stela einhverjum gögnum því það hefði bara, sko, baklæðir bara strax. Þegar þetta gerist að þú ert kærður þínum vinnuveitenda eða fyrrum vinnuveitenda, samstarfsmanni og samstarfsmönnum og þú fattar strax hvað er hér á seiði. Ég meina fattar nú ekki strax, sko. Við skildum í neitt, þetta var náttúrulega gríðalt áfall. Já. Og við svo sem föttum þetta nú ekki strax, sko, en þetta raðast saman svona á næstu mánuðin þegar við sáum svona hvernig gögnin voru, En gastu átt eitthvað spjall bara prívat við Ólaf, bara, Óli, hvað er gerast? Akkur hefur verið að kæra mig? Bara, kom aldrei múkk frá þeim. Nei. Aldrei neitt. Þeir höfðu aldrei samband við okkur, reyndi aldrei að fá eitt eða neitt útskýrt, ekki neitt. Þeir reyndi ekki svona aðtöga hvort þau væri með eitthvað gögn, sko. Ertu þá að segja að þeir eru bara til þess að bjarga embættinu, sérstaklega saksóknara og þeim málum sem að þeir eru búin að vinna í, að þá er ákveðið að fleygja bara fyrir samstarfsmönnum og undirmönnum undir rútuna og reyna að líta ekki tilbaka.
Já. Sko, þetta var náttúrulega, einhvern veginn þurfti að leysa þetta, sko. Og valið stendur á milli að einhvern veginn að Ólafur og kerfið einhvern veginn taki þetta á sig eða bara ég og Gummi. Og það var nú örugglega lítið og einfalt reiknistæmi fyrir þá, sko. Og þetta, sko, þetta það mikið áfall líka, sko, fyrir okkur að til og með svo þegar málið fellt niður í 1. febrúar 2013 af hálfu ríkissaksóknara og menn segja eitthvað að hún hafi ekki rannsakað almennilega, hún rannsakaði bara alveg nóg og þetta bara allt. Og hvað það sem að verður til þess að málið fellt niður? Það raun og veru að þið getur sýnt fram á að þetta þessum hætti sem að þú ert búin að segja mér núna? Málið fellt niður á mjög einföldum ástæðum. Það fellt niður af því þeir kæra okkur fyrir að hafa unnið fyrir Milestone og afhenda gögn án heimildar. Og við getum bara sýnt þeim að við vorum með sko tölvupóstur frá Hólmsteini Gauta til okkar sem að við sýnum síðan Grími Sigurðssyni sko það gagn sem að sýnir að við höfðum heimild til að gera. Samningurinn síðan sýnir af hverju þetta gert sko og þarna af hálfu Ólafs og þannig að þess vegna þetta fellt niður. Málið það að þegar ég og Gummi erum síðan yfirheyrðir þá bara segjum við þetta allt. Við bara segjum þetta allt, við leggjum bara öll spilin á borðið. Við vorum báðir yfirheyrðir í einhverja 4-5 klukkutíma. Og ef þú skoðar einhvern tímann endurritið af þessum yfirheyslum, þá mjög lýsandi til dæmis. Á einu tímapunkti þá kemur eitthvað svona lína og segir klukkan þetta byrjar Jón Óttar að útskýra samstarf slitastjórnar Glitnis og sérstaks saksóknara. Næsta lína klukkan þetta lýkur Jón Óttar lýsingu sinni á samstarfi Glitnis og sérstaks. Það bara fellt út? Það bara ekki inni. En það náttúrulega upptökunni, en það ekki þeim gögnum sem að fór út úr húsi, sko. Því að þetta mjög óþægilegt fyrir embættið og... Já. Náttúrulega verið að fela þetta. Og þess vegna náttúrulega, sko, voru við náttúrulega mjög reiðir og allt það, þegar við föttum það, sko, og ætluðum einhvern veginn alltaf að gera eitthvað, að fara í eitthvað mál og eitthvað. Svo þegar 1. febrúar kemur 2013 og málið fellt niður, þá það svo rosalega léttir einhvern veginn að við gerðum ekki neitt. Við leystum bara upp PPP, hættum öllu, Gummi fór bara aftur í lögguna og ég fór bara að vinna fyrir aðra aðila. Hefðir þú getað farið aftur í lögguna líka? Já. Eins og Gummi? Já, algjörlega. Algjörlega. Það var ekkert að stoppa það. En það kemur aldrei einhver svona punktur þar sem að tala um að þetta var misskilningur og byggðust afsökunar eða það Nei, þannig virkar náttúrulega ekki heimurinn sko. Nei, það var ekki tannig. En við bara einhvern veginn ákvaðum að halda bara áfram með líf okkar. Þetta hafði náttúrulega alveg hrikalega áhrif á okkur báða. Mjög slæm áhrif. En þurfum ekki að velta okkur upp á því. En þetta, sko, við bara fórum að gera aðra hluti. Og síðan ég bara að reyna að koma mínu lífi svona saman aftur. Og meðal annars að vinna fyrir Samherja og fer þarna til Namibíu. Og veit síðan ekki fyrir að það mál allt í einu komið til héraðssaksóknara 2019 og þá sem sakborningur? Ekki þá strax, nei. Það síðan 2020 þá ég að vinna fyrir Samherja að reyna að útskýra þeirra hlið og þá bara kemur tímabil í mín lífi 2021 það reyndi bara mjög mikið og ég var aldrei búin að vinna almennilega úr fyrir árum sko og ég fór bara í gegnum mjög slæma tíma bara ég var alveg á hræðri leið með að skemma bara allt í kringum mig bara fjölskyldu, vini og alla bara svona, maður bara var mjög þunglindur og bara fór í gegnum erfiða hluti og fer á sjóinn bara hætti öllu fer á sjóinn, fer bara á frystitóra og það haustið 2021 síðan bara leið að ég komin í bæinn eftir fyrsta túrin að þá kemur bara löggan og segir, heyrðu, þú átt að mæta henni í yfirheyrslu löggan í Reykjavík sko það búið að kæra þig
og ég bara, fyrir hvað núna? Og þá segir að Helgi Seljan sé búin að kæra mig fyrir að vera eldirhellir. Og ég segi bara ok og mæti í yfirheyrsluna. En hafði einhvern veginn alltaf haft á tilfinningunni að Helgi myndi reyna eitthvað svona. Akkur, þú hefði þá verið Ég að var ansaka Helga eitthvað? Eða? Nei, ég hafði bara, við vorum búin að vera í svona samskiptum alveg frá 2019 þegar Namibíumáli kemur upp. Og hann leit náttúrulega bara á mig sem sakborning í því máli og hann var svona mjög investar í það mál og við vorum svona búin að vera í samskiptum. Og hvernig samskiptum? Ég bara fljótlega eftir að Namibíumáli kemur upp á og það er í loka árs 2019, byrjun árs 2020 þá hefur hann samband við mig og vill hittast á þessu kaffihúsi á Skólavörðustígnum. Og þó að hann segir náttúrulega í dag að ég hef alltaf verið að koma á eldan sko. Og þannig að sko þegar maður byrjar á því var eitthvað svona skrítin strax 2020 þá hugsaði ég með mér ég verði eiginlega að passa mig á hann sko og hann að ég geymdi öll SMS-samskiptin okkar. Það voru bara hæstaréttarlögmenn sem vottuðu móttökuna, þetta var bara geymt í skjalageymslu hjá stórri lögmannsstofu. Samskipti mín og Helga. Og svo þegar ég frétti að hann sé búin að kæra mig þá hringi ég lögmennina sem eru að geyma þetta og þeir koma með þetta með sér og við förum í yfirheyrsluna. Og þá segir lögreglan mér að Helgi Seljan hafi afhent símann sinn og þeir hafi tekið svona rafrænt afrit á honum og sína mér svona SMS-in og ég horfi bara á þetta og þetta er ekkert það sem þetta vantar alveg fullt sko. Þannig að ég sagði sem betur fyrir með restina sem að upphafi sko. Og þeir lögmaður minn laði bara fram þessi SMS. Og þá fór nú að renna 2 grímur á lögreglumanni sem var að rannsaka þetta mál. Og áttu þá við að samskiptin sem að þú gast fínt fram á þessu? Það var hann sem var að reyna að ná í samband við mig sko. Hann var alltaf að reyna að komast í samband við mig sko. Og þannig að það sanna að þú er ekki eldirhellir í þessu samhengi. Já, ekki eins og bara þetta. Heldur, þarna komu síðan einhverjir einstaklingar sem eru vinir hans og voru að vitna það. Ég hef verið þarna fyrir utan þetta kaffihús í september áður sko, nokkrum vikum áður. Og þarna er ég nýkominn á sjónum og ég er bara í september í fyrra, hvað var ég eiginlega að gera, veitu? Og hann verið eitthvað að reyfa nei, segir löggan, þetta er núna í september. Og þá horfði ég bara á hann og sagði, hvernig getur það verið? Ég var út á sjó, þú getur bara fengið það staðfest hjá Samgöngustofu. Þeir bara skrá alla skipverja. Og þú getur bara fengið það staðfest þarna. Þannig að það var rangur framburður hjá þessum vitnum? Já. Svitnuðum að þú væri einhverstaðar þar sem þú gast ekki hafa verið. Já. Okay. Og þetta líka sko, svo segir hann að löggan, já við þurfum líka að biðja að fá afstöðina til nálgunarbannskröfu. Og ég horfði bara á hann, nálgunarbann? Er ekki að fara fram á nálgunarbann? Já. Og ég sagði bara nei, ég bara neita því og teka þetta ekki í mál. Ég hef aldrei komið inn í þessa götu sem að hann býr í og þú ert búin að benda mér á því að fyrsta spurningin náttúrulega í þessari yfirheyrslur var fyrir ekki að getur sagt mér hver Helgi Seljan á heima því að ég hef ekki hugmyndu það. En býtu, af hverju ætti Helgi að vera að búa til eitthvað svona mál? Ég meina, hvert er hans mótíf í því? Ég skil það ekki alveg. Nei, að því að nákvæmlega nokkrum vikum áður í þessu Namibíumáli þá var eitthvað aðeins farið að halla á hann. Samir gerði svona YouTube myndbönd það sem að kom í ljós að í Seðlabankamálinu sem er náttúrulega mál sem að tengdist mér aldrei þá var Helgi með óvöndu vinnubröð sko. Já, meinar þessar sem hefur talað sem árásir skæruliðadeildarinnar eða eitthvað svoleiðis og þú vilt meina að það sé viðbragð Helga við því að kæra þig. Já, þá fór hann að reyna að búa til eitthvað sko, eitthvað skrýmsli úr mér sko. Og sko nálgunarbannskrafan henni var nú hafnað á einhverjum með tíma, bara einhverjir sko 4-5 klukktímar. Okay.
og málið var síðan fellt niður bara nokkrum mánuðum seinna að hálfu lögreglunnar í Reykjavík og niðurstaðan náttúrulega, ég bara náttúrulega mun koma þessu bara niðurfellingabrif bara á framfæri bara, ég get látið sendt þér þetta líka. Það stendur bara, það ekkert sem bendir til þess að þessi menn hafi haft nokkur einustu samskipti síðustu 2 ár. Já. Og tilhæfulaus kæra að þínu mati og þeirra. Þeirra, ekki mínu mati, bara þeirra mati. Þannig að málið er bara fellt niður og ég kom ekkert í fjölmiðla þá. Ég var ekkert að garga það frá hæstu hæðum að hann hefði kært mig og málið hefði verið fellt niður og Af hverju fórstu ekki fram í fjölmiðla og sagði frá því? Af því að ég er bara þreyttur. Ég veist að ég er bara það er ekki hægt að vera í þessum átökum endalaust sko. og ég bara get ekki gert sjálfum mér það eða fjölskyldu eða vinum að vera í þessu endalaust og þetta verður bara einhvern veginn að fara að hætta og þess vegna gerði ég ekki neitt og ég fekk þá líka að vera í friði í mörg ár og síðan er það eins og þú segir að því að svo má orðið komast að þá rótar þú þessu upp með því að kæra eða kvarta til nefndar eftirlit með störfum lögreglu vegna Namibíurannsóknar Ólafs Þórs á þér og þeirri forsendu að þú vilt meina að maður sem hefur einu sinni kærti áður í máli sem var fellt niður það sé óhæft að hann sé að rannsaka það nokkrum árum síðar. Já, sko að því að menn kannski skilji ekki alveg af hverju ég var að kæra hann, sko, að því að af hverju má hann ekki rannsaka mig, sko, í þessu Namibíumáli og þetta er svolítið lykilatriði að menn skilji þetta. Að, sko, 2019 þá byrjar þetta Namibíumál. Þá er ég ekki sakborningur. Ég gerður að sakborningi í 2021 og það sem að ég geri þá er ég boðið til yfirheyrslu og þá les ég bara upp svona smá bara yfirlýsingu sem ég hef búin að skrifa bara að ég bara viðurkenningi þessa rannsókn þú mátt ekki rannsaka mig að því að yfirmaður þinn Ólafur Þór Hauksson kærði mig 2012 að ósekju og síðan bara og ég mun ekki tala við ykkur meira og ég hef ekki talað við þá í 5 ár. Ástæðan fyrir því ég segi þetta er mjög einföld og kannski til þess að útskýra þetta ef þú ert með til dæmis fíkniefnasala. Lögreglan Reykjavík rannsakar hann árið 2010. Það kemur ekkert út úr því máli og það er fellt niður. Svo kemur aftur, svo smyglar hann eða flytur hann aftur inn fíkniefni 2012 og þeir ná honum aftur. Þá náttúrulega má lögreglan alveg rannsaka hann aftur. Það er eðlilega. Máli mitt er hins vegar sambærilegt við það að ef að saksóknari hjá lögreglunni Reykjavík myndi kæra einstakling til lögreglunar á Ísafirði fyrir nauðgun. Rannsóknin á Ísafirði leiðir það í ljós að kæran er ekki á rökum reist og málið er fellt niður. Sökum þess að kærandinn hreinlega var að ljúga. Ef að þessi sami saksóknari þegar hann er að vinna hjá lögreglunni Reykjavík fer síðan að rannsaka þennan aðila sem hann kærði á Ísafirði í einhverju allt öðru máli. Það náttúrulega gengur ekki. Og þannig er í pottinn búið hérna. Og þetta er það sem ég sagði þeim bara strax. Út af þessu, þá megi ekki rannsaka mig. Ég sagði ekki að mætti ekki rannsaka mig. Ég bara ekki þeir. En býtu þá er sem sagt, og fyrir Ólaf eða embætti héraðssaksóknara þá er það ákveðið áfall, viltu meina, að það sé slegið á puttan á þeim og sagt, heyrðu, þið geti ekki verið að rannsaka Jón Óttar, mann sem að þið kærðuð nokkrum árum fyrr og bara fljótlega eftir það þá eru Ólafur Hauksson og Helgi Seljan saman með umfjöllun það sem má kalla hit job á þig eða þannig, það er nú kannski einum og dramatist en jú, það má kalla það svo sem það sem þetta er en sko fyrir En myndirðu þá ekki segja eða þú veist, það væri það ekki þitt mat að Helgi Seljan væri vegna þessa máls þar sem að hann kærði þig á sínum tíma og það var fellt niður og það sé þá einkennilegt að hann sé sem blaðamaður RÚV að fjalla þig með þessu. Bara nákvæmlega sömu ástæðum og Ólafur Þór þannig ertu bara með 2 saksóknara
eins og ég tók dæmið á þann sem að hafa, sko, hann er búinn að kæra mig, hann er búinn að tapa því máli og svo heldur hann bara áfram að túlka og búið til fréttir mig og á sama tíma er hann að vinna þá með Ólafi Þór Hauksinni sem er búinn að vera vanhæfur öll árin og leið og ég er búinn að fá þér í frið í mörg ár leið og ég kæri til nefndar eftirlit með störfu lögreglu nefndin tekur undir þessar kvartanir sendir til ríkissaksóknara sem að fer þá að rannsaka héraðssaksóknara fyrir að rannsaka mig þá allt í einu kemur einhver leki sem að gera mig bara einhverju skrímsli og báðir mennirnir í viðtalinu hafa kært mig áður báðir mennirnir hafa tapað það er svolítið sérstaklega að sitja heim í stofu og horfa á Ríkissjónvarpið og sjá þetta Já, og líka bara maður verður líka að hafa það í huga og hvaðan koma þessi gögn hvaðan koma fyrsta lagi náttúrulega mikið af þessum gögnum sem var sýnt þarna í þessum Kastljósþætti þetta er náttúrulega bara gögn sem er búin að voru hérna út allan bæ hérna fyrir 1,5 áratug þetta eru gögn sem að Siggi Hakkari tók og dreifði hérna út allan bæ og Er það staðfest? Já, sko, þú getur náttúrulega bara blaðamenn hljóta að geta rannsaka þetta er bara að koma þessu hreint þetta er ekkert bara ég að segja þetta, sko og og það sem að er náttúrulega sérstakt hvaðan koma þessi gögn sem eru náttúrulega klárlega úr tölvun hans Gumma eftir að við erum hættir eftir að búið að kæra okkur gögnanda frá haustinu 2012 hvaðan koma þessi gögn og þá er bara sko ég veit að tölvan hans Gumma mín hefur ekki verið til bara í þessum heimi í meir en áratug tölvan hans Gumma er bara búin að vera á sama stað óhreyfð í meir en áratug maður lést fyrir nokkrum árum sko, mörgum árum Varstu búin að heyra í fjölskyldu hans og þetta er ekki komið úr tölvunni hans? Já, þessi tölva er bara búin að vera á sama stað árum saman og þannig að sko það er engin leki núna úr þessari tölvu og sko Helgi Seljan hefur ekki búin að sitja á þessum gögnum í mörg ár hann hefur ekki þolinmæði það og þannig að sko eina sem kemur til greina er að þegar við erum síðan kærðir 2012 og málið er síðan fellt niður 1. febrúar 2013 þá er Heiðar Þór Guðnason tölvumaðurinn hjá héraðssaksóknara og er enn í dag yfirmaður allra tölvurannsókna á Íslandi í svona flóknum málum. Hann er með remote access ennþá inn í tölvuna. Því að hann var ekki bara tölvumaður hjá héraðssaksóknara heldur líka tölvumaður hjá PPP. Og hann var líka tölvumaður hjá Slitlags og Glitnis. Hann var líka tölvumaður hjá öðrum embættum ríkisins. Og þetta var allt frá sömu skrifstofunni hjá héraðssaksóknara. Þá situr hans í maður og logga sig bara inn á gögn og gögnasöfn meðan inn á tölvurnar hjá okkur Gumma, þess vegna, desktopin bara allt frá sama sæti Þannig að þegar þeir voru að reka þetta mál gegn ykkur 2012-2013 að þá hefur þessi Heiðar náði þessi gögn af tölvunni ykkar eða ég get ekkert fullyrt að ég horfði ekki á hann gera það en þetta er eini möguleiki og þetta voru þá búið að vera í hirslum héraðssaksóknara í öll þessi ár en hann lekur þeim núna þegar hann þarf á því að halda af því að þeir bregðast alltaf við vandamálum núna, kæran mín núna sem var tekin upp hann af nefndum eftirlit með störfum lögreglu núna í mars á þessu ári núna er hún komin til ríkissaksóknara núna er hún orðin vandamál fyrir hann núna er Namibíu málið í sjálfu sér í ykkur uppnámi og þá er hann alltaf að fara að leysa þetta á sama hátt sko. Alveg eins og hann reyndi að leysa þetta 2012 að þá bjó hann til hennar samning og það allt saman núna allt í einu finnur hann einhver gögn og ég verður bara að segja það líka þegar þú horfir á viðtalið Helgi Seljan og Ólafur Þór þannig er þetta bara eins og þetta er einhverjir æsku vinir að skoða þessi gögn og þetta kemur Ólafi algjörlega í opna skjöldu og líka Helgi Seljan er ekki að ganga á hann sem
ábyrgðamannsins sem hvernig gáttu þessi gögn leki frá þér? Hvað varst þú ekki að passa betur upp á gögnin? Það var bara ekkert... Það var ekkert svoleiðis og málið það, sko, það var ekkert utanum þetta, sko, hjá sérstökum 2012 og, sko, það var bara allt opið hana. Það var ekkert hólfa niður hver var með hvað, sem að einna best sést náttúrulega í því að Heiðar Þór Guðnason, hann bara með aðgang á öllum gögnum og enn. Og það mun bara koma í ljós líka svo sem annars, bara þetta til þess að vera ekki að flækja málin, en sko Heiðar Þór enn að dæla gögnum meðal annars niður til Namibíu, sem að ég á eftir að koma inn á. Hvað áttu við, dæla gögnum niður til Namibíu? Já, það ennþá verið að senda gömul gögn til þess að reyna að koma mönnum í vandræði. Og ég mun útskýra þetta betur á seinni stigum, en þarna ég þarf að athuga og staðfesta ákveðna hluti áður. Ætlar að koma til mín í fleiri viðtöl? Það geti ég fengið til þess? Jú. Okay. Og málið það, sko, ég vona bara að vera skoða. Það bara mjög fínt. Og það megnið að sé bara hægt að skoða, sko. Það bara að skoða samskipti tölvupósta milli slitastjórnar og Gríms Grímssonar, að skoða tölvupósta milli Hólmsteins og skiptastjóra og slitastjórnar Glitnis. Það að skoða þetta allt, sko. En veitu, sko, þeir eru þarna, Ólafur Þór Hauksson er þinn yfirmaður og Grímur Grímsson þinn yfirmaður. Þeir, vissu og með þeirra samþykki öll þessi störf ykkar fyrir Milestone og Slitastjórn Glitnis og svo framvegis. En þeir koma fram núna í viðtölum, núna bara á síðustu 5 vikum, eins og þeir hafi ekkert vitað og þeir eru bara slegnir yfir þessum alvarlegu glæpum sem að þið hafið framið í skjóli myrkurs. Og málið það, hvernig getur hann sagt þetta hafi verið í skjóli myrkurs? Þegar við erum að vinna fyrir Milestone, þá eru tölvunar okkar galopnar fyrir slitastjórn, ekki, fyrir sérstöku saksóknara. Og sko, tölvunar sem við vorum að vinna, þau verkefni með þeim gögnum sem við vorum að vinna, þær stóðu bara Heiðari Þór Guðnasyni og Ólafi Þór Hauksyni algjörlega opnar, sko. Og menn Hólmsteinn Gauti kom oft í heimsókn á skrifstofur PPP, fullt af mönnum frá sérstökum kom í heimsókn. Þetta var ekkert leyndamál. En þið hljótið hafa upplegað þá sem svakaleg svik að allt í einu verða hengdir upp á snaga, kærðir og ráðist að ykkur í fjölmiðlum af ykkar eigin félögum og yfirmönnum. Já. Já, og þetta var það mikið áfall að við einhvern veginn vorum bara og höfum bara í raun og veru síðan þá verið bara einhvern veginn hálfi menn, sko. Náttúrulega látin, en við vorum bara haltir alla tíð síðan og þetta var... Hvernig, má ég spyrja, hvernig lést Guðmundur? Bara úr veikindum. Hann var bara, fór í gegnum erfið veikindi og lést. En, sko, þannig að sko, þegar Ingólfur Bjarni frá Kveik hringir í mig núna daginn fyrir sumardaginn 1. minni mig og segir mér að það ég að fjalla mig og þá sendi ég bara pósta á ríkissaksóknara og segi bara ok, nú er hann greinlega, Ólafur Þór kom með vitneskju þessa kvörtun mína og nú er þetta bara að byrja aftur eins og þetta var 2012. Og ég segi þetta bara áður en að Kveikslátturinn kemur. Og bara þetta samstarf sé bara aftur að fara í gang. Og þannig séu bara enn og aftur sömu aðilar sem eru vanhæfir til þess að fjalla mín mál. Ég er ekkert að segja mikið rannsaka þetta. Bara ekki þessi sömu menn og eru búin að vera að kæra mig gegn tíðina. Og maður er búin að þurfa að verja sig gegn. Og málin hafa fallið niður, sko. Og ríkissaksóknari búin að taka afstöðu í því eða? Ég veit ekki. Það sem sagt allavega nefndin eftirlit með störfum lögreglu og hún allavega tekur afstöðu með því að senda þetta áfram til ríkissaksóknara. Já. Að það sé nógu alvarlegt í þess. Já. Og svo þá eru hennar afskipti af þessu máli bara, þá er þeim bara lokið, sko.
En nú rætt sko hvort að það hafi verið einhver vanræksla af hálfu Sigríðar Friðjónsdóttur ríkissaksóknara á sínum tíma að fella máli niður sem að Ólafur kærði gegn ykkur. En þið, samkvæmt þessu sem út að segja mér, þá var hún bara með gögn sem að... Hún gat ekkert annað gert og það var ekkert vanræksla af hennar hálfu eða hennar starfsmanna. Þær stóðu sér bara vel og ég bara vil bara sérstaklega tala um það að í gegnum tíðina þá eru þær hjá ríkissaksóknara búnir að vera þeir aðilar sem að hafa staðið sér best. Og þeim svo sem ekki, þetta ekki auðvelt starf fyrir þær að vera yfir mönnum eins og Ólafur Þór Haukssyni og Grími Gríms. En þarna... Áttu við að ef ekki hefði verið þeirra notið, eða þeirra starfað, þá hefði verið framið á þeir réttarmorð eða þær hafi náða... Þær stóðu í lappirnar, sko. Þær stóðu í lappirnar og þegar þær sáu hvernig í pottin var búið, þá stóðu þær algjörlega í lappirnar og fylgdu lögunum, sáu bara að það sem að við vorum kærði fyrir var bara ekki rétt. Og þannig að sko... En af hverju hefur það engar afleiðingar fyrir Ólaf og embættið á þeim tíma að bæði sko vera þáttakendur í þessu sem að þeir kæri ykkur fyrir í raun og veru og líka að kæri ykkur á fölskum forsendum. Ef að það á vitorði ríkissaksóknara að þetta hafi verið með þessum hætti, að af hverju hefur Ólafur Þór þá bara starfað áfram óáreittur allar götur síðan? Því get ég náttúrulega ekki svarað, sko. Ég er bara lítið peð, sko. Ég veit ekki hvernig hlutnir gerast á baku tjöldin, sko. Ég bara segja eins og ég sé þetta og upplifi þetta, sko. Þannig að... Heldur það sé stærra einhvern veginn svona samstarf héraðs og ríkissaksóknara að passa að einhver svona skandalmál komist ekki í hámæli að sópa þessu bara undir teppi, eða? Ég get ekki sagt það. Ég náttúrulega veit ekki það, sko. Þannig að ég get ekki sagt neitt nema bara sem snýr að mér, sko. Þannig að eina sem ég get sagt, mín upplifun af þeim hjá ríkissaksóknara er ekkert nema góð. Þær stóðu sér vel, þær sáu náttúrulega eðlilega hvernig kæran var tilkomin og þannig að sko... En það hlýtur fyrirgjöðu, menn að það hlýtur að vera, ef það er vitneskja það innan kerfisins, að kæra sé tilbúin á fölskum forsendum og sé gerð til þess að hilma yfir embættisbrot eða mistök í starfi sérstaks saksóknara og það sé vitneskja það innan kerfisins en það sé bara látið óáreitt og þagað í hel. Það er náttúrulega... Þessi vitneski búin að vera síðan 2013 og 2014. Ég er búin að segja þetta allt saman. Lögreglan, alls konar lögreglu embætti hefði getað tekið þetta upp. Þetta er ekkert leyndamál. Ég er búin að segja þetta fyrir dómi sem vitni í fréttum, í viðtölum 2014. Ég er búin að segja frá þessu öll. Bara kom engin viðbrögð. Það hlustaði enginn. Það bara horft á mig eins og maður sé skíturinn til skónum þegar maður mæti Grími og þessum gaurum. Og þeir sögðu bara að hann er að ljúga. Hann er bara að ljúga, hann er að ljúga eins og alltaf. Og það er bara við satt. En það sést á gögnunum sem að Sigríður skoðaði að þú ert ekki að ljúga, eða hvað? Já. Ég skil það rétt. Já. Hún hefði aldrei fellt niður málið ef það væri ekki hafið yfir allan vafa að þetta sem við vorum að segja væri rétt. Og gögnin studdu það. Hún myndi ekki bara taka orð okkar trúanleg. En, ég veit að þú kannski vilt ekki segja það, en ég minna, miðað við þetta allt saman að þetta eru raddir núna í samfélaginu, þú veist hvort Ólafur Þór Hauksson ætti að segja af sér, ég minna, miðað við þetta mál, ef hlutlausir aðeinar skoða það, þá hlýtur þetta að leiða til þess að Ólafur Þór Hauksson, honum er ekki sætt í þessu embætti. Ég ætla ekki að hafa skoðun á því. Sko, ég var að vonast til þess að munna þurfa aldrei að koma neitt fram. Ég er ekki að verja mig opinberlega að því að mig langar til þess, sko. Ég ætla ekki að fara í einhver frekari átök eða fara í einhverja norna, einhverja herferð gagnvart þessum og hinum sem hafi klikkað á einhverjum tímapunkti. Ég er bara hann maður tala bara hreint út. Ég ætla ekki að hafa neitt sérstaklega skoðun því. Það eru aðrir sem að meta það.
En ég verð að spyrja þess að til þess með Grím Grímsson sem var yfirmaður ykkar í lögreglunni og þegar þið eruð að hlusta til dæmis í þessu Glitnismáli sem þú nefndir áðan þar sem að sakborningar eru að tala við verjendur sína. Já. Það er allt gert með vitneskju Grímssonar eða? Vitneskju allra. Allra. Þetta var stundum spila bara á hátölar á borði, sko. Og gerist þetta oft að hlusta var á verjendur ræða við skjólstæðinga sína? Já. Sérstaklega náttúrulega fyrstu misseri, sko. Síðan náttúrulega... Og Grímur Grímsson heimilaði það sem yfirmaður ykkar? Já. Algjörlega. Og setti ekkert út á það? Nei, hann, sko, Ólafur Þór Hauksson kom stundum og sagði þeirra, sko, eins og til dæmis í eitt skipti þá er hátalar á borði og menn er eitthvað að hlusta nokkrar löggur hann og svo hlær hópurinn og þá kemur Ólafur Þór Hauksson labba framhjá og hann skammar menn fyrir það, sko. Að hlæja? Já. Og þá, hann skammaði hópin alveg fyrir það, sko. Að vera sína þessa virðingu en sem hann náði náttúrulega ekki það langt að, sko, að gera þetta ekki, sko. Nei. Virðingin fyrir lögunum var ekki meira en það. Nei, en þá, ég meina, maður spyr sig, sko, og það kemur þarna fram í, eins og ég sagði á hann, í kastljósinu að þessum mikla gagnaleika sem að RÚV hefur undir höndum, sem þú ert að segja mér núna að sé bara reynur að koma frá Ólafi Þóri Hauksssyni, að þá sé ekkert sem að staðfesti þessa frásatni þínar að hlustað hefði verið á skjólstæðin, verjendur tala við skjólstæðinga sína. Það er bara slepp, þeir hafa bara, ef Ólafur hefur leikið þessu, þá hefur hann sleppt í að hafa það með. Og jafnvel þó að Helgi Seljan myndi finna það, hann myndi aldrei tala um það. Ekkert frekar en að ef hann er með, sko, aðgang á tölvuna skumma, og þá er hann með þennan þjónustusamning og hann gleymdi að tala um hann. Þannig að þetta er voða selektíft, sko, hvaða gögn þeir fjalla um. Og þannig að þetta er náttúrulega, sko, að vera blaðamaður er svona svipað að vera rannsóknarlögreglumaður. Þetta er engin smá ábyrgð sem það hefur, sko. Heldur að Helgi Seljan hefði fengið sem sagt þennan remote aðgang að tölvuna skumma? Nei, það er ekki hægt, sko. Hann hefur fengið handvalið eitthvað efni frá þeim? Já, þessi, sko, aðgengi að tölvunni hefur bara verið eitthvað lítill gluggi 2013 og svo var henni bara lokað og þess vegna er náttúrulega ekki nýrri gögn inni, sko, í þessu. Og svo er tölvan bara búin að vera á sínu stað árum saman. Og það er engin leki, sko. Fyrsta lagi er náttúrulega engin sem er, sko, kvittaður sem eitthvað svona uppbrunni þessara gagna hjá Helga, sko. Helgi hefur gefið skyn svona eitthvað hvaðan það kemur í hans hendur en það er klárlega ekki rétt því að ég veit það frá þeim aðilum, sko. En þið notuðu gögnin í kynningum ykkar þegar voru að selja vinnu PPP? Þegar við vorum að selja, þá notuðum við kynningar og við sýndum í raun og veru það sem við höfum gert sem lögreglumenn til þess að selja okkur og hvað við kætum og kynnum. Já. En það er engin leki í þeim skilningi að gögn frá sérstökum saksóknara hafi farið frá ykkur einhvern veginn, heldur það bara sérstökum saksóknari sem er að láta sko, aðamenn hafa... Það er mín skoðun, byggt á því að það er eina sem kemur til greina, byggt á því bara hvernig viðtalið er sett upp, byggt á því hvaða gögn eru þarna. Þannig að þetta er eina sem manni dettur í hug. Sko, ég veit ekki hvaða gögn þeir væri að tala um. Við höfum aldrei síðan unnið, en Gummi náttúrulega fór bara aftur í lögguna. Ég fór svo bara að vinna fyrir aðra aðila og bara alltaf á þeirra gögnum. Og hef aldrei notað henni gögn og lögreglu í minni vinnu, en það hefði það aldrei þjónað neinu tilgangi, sko. Ég hef alltaf verið að verja, eða vinna við það að verja, eftir ég hætti löggunni, vinna með verjendum og þá náttúrulega getur ekkert notað eitthvað stólin gögn, sko. Það verður alltaf challengeerað, sko. Þannig að þú verður bara að nota þau gögn sem að lögmenni sem út að vinna fyrir í það og það skiptir með. En hvað þetta sem að Kveikur fjallaði fyrst fyrir 2 vikum, það er að segja þegar þið eru sem einkaspæjarar að skeggja, eins og það kallað, að fylgjast með mönnum út í bæ sem voru í hópmálsótt gegn Björgóli Thor Björgólfssyni.
Þetta kom fólki mjög spánskt fyrir sjónir. Þið eru þarna að skil fylgjast það. með saklausu fólki í raun og veru. Þarna erum við að vinna fyrir menn og aðila og þarna í einkamáli. Þarna á þessum tíma er náttúrulega lagaumhverfið allt annað heldur en það er í dag. En Á hvaða leyti? þarna er til dæmis persónuverndarlöggjöfin allt önnur. Já. Þetta er ekki sakamál, þetta er miklu minna heldur en það er í dag, en það er náttúrulega augljóst mál að sko þegar við erum þarna sumarið og haustið 2012 þá erum við náttúrulega í einhvern veginn áfalli. Og það búið að kæra ykkur? Það búið að kæra okkur, við sjáum ekki fram á eiginlega mikla framtíð og annað og við einhvern veginn erum bara að reyna að þarna búa okkur til einhverja stöðu og erum að vinna hluti sem við áttum að sjálfsög ekki gera. Segir sjálft. Og höfum aldrei gert og gerðum aldrei aftur. Þannig að ég er ekkert að afsaka það neitt, þetta er bara eitthvað sem við áttum ekki að gera. Finnst þér að sem sagt, það er svona ástand sem að verður þegar kippt er undan ykkur starfsferlinum ykkar og svona það sé, það útskýrir þetta en það afsakar náttúrulega ekki sko. Það er ekkert sem að afsakar þetta neitt. Og ég sko ég er ekkert fórnarlamb sko. Ég hef aldrei gert eitthvað sem að einhver hefur bara ítt mér út í og en sko á þessum tíma er náttúrulega mjög sérstakt andrúmsloft. 2012 þá eru alls konar einhverjir útlenskir einkaspæjarar, Kroll kallar að vinna fyrir slitarstjórn Glitnis, maður gat ekki þverfóta fyrir þessum mönnum í bænum. Þetta voru allt einhverjir fyrirverandi MI5 og MI6 njósnarar og einhverjir svoleiðis kallar. Þeir voru að yfirheyra bara starfsmenn Glitnis og slitarstjórnar. Slitarstjórnir að ráða svona einkaspæjara? Já. Hefur verið sagt frá því áður? Já, það hlýtur að vera. Það vita nú allir að krollurunum. Og það voru uppi grunnsendur það, við getur örugglega fundið eitthvað sem að hafa verið sakborningar í þessum hrunmálum að sem að menn voru nú alveg vissir það eins og þessi krollarar hefðu brotist inn í hús og náði tölvur og safna gögnum þannig sko. Án sem ég sé að fullir eitt eða neitt það. En þetta var bara svo skrítið ástand sko. Það var náttúrulega svo mikið af peningum einhvern veginn í umferð. Slitarstjórnina voru og þá komu bara svona gæjar að utan og voru bara að vinna í svona málum. Og þetta er vonandi bara ástand sem kemur aldrei aftur sko. Og voru þessi menn sem að þeir voru að fylgjast með í þessu Björgólfsmáli, þetta leiddi ekki til neins, það kom engin niðurstaða upp úr þessu eða neitt þannig sem að gagnaðist þínum vinnuveitanda. Nei. En það er líka bara þetta var sjálfur sér ekki mikil tilgangur með þessu sko. En þeir eru nú eðlilega sumir hverjir að skoða rétt sinn gagnvart brotum á persónuvernd og svo framvegis og það var séð á viðbrögum í sjónvarpinu sem voru margir sem voru undir eftirliti ykkar voru spurðir og þeim var brugðið og svona leiði ekki vel með þetta. Hvað myndir þú segja við þetta fólk ef þú myndir hitta það út og gott í dag? Ég myndi bara biðja afsökunar. Já. Það er ekkert flókið. Það er bara þannig. Afsökunar á því að hafa svona farið inn á Já, bara við höfum farið inn á þessa braut í þennan tíma. Það er bara á því miður. Þá bara gerist það. Og ég get ekkert afsakað það með einu öðru en að þetta bara voru mistök. Og er það bara fyrir Björgólf og þetta verkefni sem þið tókuð að ykkur með þessum hætti? Já, þetta er náttúrulega 13 ára síðan, ég held það. Síðan er þegar málið er fellt niður gegn ykkur í febrúar 2013. Þá
þá kemur náttúrulega bara greiðilegt spennufall Já. og við bara, þá leggjum við bara niður PPB. Ég fyrir bara að vinna í öðru og Gummi fer aftur í lögguna. Ég bara gæti ekki hugsað mér að fara aftur í lögguna. Þannig að... Ég meina, það samt ekki fyrir menn í þessu starfi og að sæta þessari meðferð og svona, það ekki samt, upplifir ekki sem ranglæti að geta ekki starfað sem lögreglumaður? Sko, nei, ekki ranglæti, bara svona fóru bara hlutinni, sko. Þegar maður tekur vinstri beygju, þegar maður átt að taka hægri beygju, þá getur maður ekkert vælt yfir því, sko. Þó að hlutinir séu komnir í eitthvað þannig að En menntunin þín, þú veist, það er náttúrulega ekki beint lögreglumenntun, en þú ert með doktorsgráði í afbrotafræðum sem að nýttist þér í þínum störfum. Já. Og það er svolítið leðilegt að geta ekki unni við það sem að maður hefur eitt mörgum árum í að en þú gætir svo sem starfað sem afbrotafræðingur einhvern veginn á þennan hátt eða hvað? Það verður örugglega aldrei. En nei, ég sko ég var búinn að vera á sjónum núna í 3 ár og leiði vel þar. Þangað til ég þurfti að koma í land núna síðasta haust. Kannski fer maður bara aftur á sjóinn eða ég er líka að skrifa bók, bara svona skáldsögu. Ég hef gefið út 2 skáldsögur, sko. Það er það sem manni finnst skemmtilegast að gera, sko. Ok, já, ég verð að segja það fyrst að ég auðvitað að nefna þá. Ég er langt komin með bókina Hlustað og kom mér skemmtilega óvart hvað hún er rosalega öflugur trillir. Þetta er bara geggjaður rannsóknar lögreglu trillir. Já, takk fyrir það. Þannig að þú ert greinlega með hæfileika á því sviði, en ég minna, þú veist, doktor í afbrotafræði á sjónum, en er það ekki eitthvað svona pínu dabulett? Nei. Það er enda geggjað að vera á sjónum. Mér hefur eiginlega hvergi liðið betur heldur en út á sjó, sko. En nei, og málið að líka bara að því ekkert að vera eitthvað að væla eða horfa eitthvað endalaust aftur yfir öxlina, sko. Ég vonaðist til að ég geti farið í gegnum restina af lífinu á þess að menn myndu þekkja mig í strætó og svona. Það gekk ekki alveg upp í bili, en vonandi gleyma menn mér fljótlega, sko. En hvað finnst þér réttast svona, meðal allt þetta sem þú ert að segja mér núna, og það er augljóst að það er farið í gang einhvers konar rannsókn á þessi nefnd eftirlit með störfum lögreglu er að fara að skoða þetta mál allt saman frá A til Ö. Já. Og ef að allt þetta sem þú ert að segja mér hér í dag reynist rétt, þá náttúrulega er þessum mönnum sem að starfa hjá héraðssaksóknara ekki stætt eins og Ólafur Hauksson og ég meina Grímur Grímsson og þetta eru menn sem hafa fram með brot í sínu starfi. Já, alveg klárlega, en eins og ég sagði áðan að ég vil helst ekki vera að dæma í þessu, sko. Ég bara að segja staðreyndirnar og þetta er eins og að ég sé þetta og svo verða menn bara skoða þetta, sko. Er búið að boða þig fyrir nefndina? Nei. Nefndum eftirliti störf með lögreglu, ekkert verið haft samband við þig? Nei, enginn haft samband. Ekkert frekar en venjulega. Ekkert frekar en 2012. Ekki ríkissaksóknari eða? Nei. Það er bara... En það hlýtur að vera eðlilegt að þú verið kallaði fyrir þessa nefnd ef hann ætlar að rannsaka þessi mál. Maður myndi halda það. Þannig að það er ómögulegt, sko. Þá verður tilbúin til að segja allt það sem þú ert búin að segja. Bara segja aftur að sama, nákvæmlega eins og ég hef sagt í 13 ár. Þetta er ekki fyrsta skipti sem ég er að segja þetta upphátt, sko. Ég er búin að segja þetta oft áður. Já, Og eins og við Gummi sögðum nú stundum, þegar við vorum hjá sérstökum, að þá sögðum við nú stundum að það skildi þá aldrei vera að síðasta mál sérstaks yrði sérstakur sjálfur. Þannig að það er á eftir að koma í ljós. Sko, mér langar til þess að
eins og ég sagði við áðan, við langar að taka að þig lofvörð að þú komir aftur til mín. Já, sjálfsögðu. Það eru fleiri mál og svona dýpra sem við langar til að ræða, sko. Já, já. Kannski einhvern tímann tölum við eitthvað skemmtilegt. Já, jafnvel. Þetta náttúrulega mjög áhugavert allt saman, en það sem að snýra þessu, það sem að þessi svokallagi gagnaleki og umfjöllun fjölmiðla síðastlega 2 vikur ef við farið núna yfir nokkuð vel. Já. Og kannski allt í lagi að setja bara punktinn hér fyrir aftan í því samhengi, en þú hefur gefið mér lofvörð, þú ætlar að koma aftur. Ég kem aftur. Og þá getum við rætt meira þessi störf þín hjá sérstökum saksóknara og kannski þetta bara þennan tíðaranda sem að var. Já. Það má eiginlega segja að eftir á að hyggja þá eiginlega alveg ljóst að hér ríkti svona ákveðið siðafár. Já, klárlega. Sem að við höfum reyndar séð sko endurtekið aftur í gegnum önnur mál í þjóðfélaginu. Það er svo, ég myndi nefna MeToo eða COVID, svona sem að er einhvern veginn, það er ákveðin lína sem er tekin og það má engin andmæla henni. Nei. Það verður allir að vera sammála og þetta er mjög áhugavert, sko, svona. Þetta er alveg áhugavert allt saman, sko, og líka bara einhvern veginn, hvernig menn einhvern veginn sogast inn í ákveðin hugsunarhátt og verða gegn sósa eða svona gegn sýrðir af ákveðinni svona nálgun sem og gerir sér enga grein fyrir því að hún sé ekki endilega rétt, sko. Og alveg eins og ég bara sannfærum það er það sem kom fyrir mig og langflesta sem vorum í þessum hrunmálum að alveg eins og á þess að gera okkur grein fyrir sko meðvitað að þá bara einhvern veginn urðum við einhvern veginn öll fyrir áfalli þegar við horfum á forsætisráðherra segja Guð bless Ísland, sko. Og svo vorum við að berja drömbur, sko, á Austurvelli og krefjast þess að menn eru sótt til saka og svo var á hverjum sunnudegi var öll fjölskyldan fyrir framan tækið og fylgjast með umræðunum hjá Agli Silfur Egils og það sem að stemningin var svona, það var einhvern veginn ekki annað hægt fyrir yfirvöld en einhvern veginn að hlýða kalli samfélagsins sem að heimtaði að það yrði einhverju dregin til ábyrgðar. Já, það var alveg það var það sem var drifkrafturinn í raun og veru, sko. En eins og ég segi alltaf, það er ekkert afsökun fyrir því að klikka en það er allavega kannski einhver útskýring. Jón Óttar Ólafsson, það búið að vera mjög áhugavert að spjalla við þig og við ætlum að taka framhaldsspjall síðar en ég þakka þér í bili kærlega fyrir komuna og gangi vel með allt sem þú tekur fyrir hendur.